Heyrðu, já, komiði sæl hér til okkar hjá Nýsköpunarsjóð á Zoom-fund. Ég heiti Örn Viðar Skúlason og fjárfestingarstjóri Nýsköpunarsjóðs og ég ætla að rúlla í gegnum kynningu á þessu fjárfestingaátaki sem við höfum verið að segja frá og svona í lokin síðan reyna að svara svona helstu spurningum þetta. Ég mun bara rúlla í gegnum kynningu og það bæði hægt að koma spurningum til okkar í gegnum tjattið og síðan sem sagt bara verðum við með opið og opnar fyrirspurnir sem fólk getur bara talað á eftir kynninguna og síðan verður það áfram þannig að fólk getur sendt okkur tölvupóst eða haft samband við okkur ef það einhverjar frekari spurningar. Þessi kynning og þessi upptaka verður síðan á vefnum þannig að það verður hægt að fylgjast með því í kjölfarið. Ég ætla að byrja á að fara aðeins yfir sjóðinn sjálfan og svona, sko hlutverk Nýsköpunarsjóðs auðvitað bara það að stuðla að uppbyggingu og vexti íslensk atvinnulífs með fjárfestingu í sprotum og styðja við framgang nýsköpunar í samræmi við áherslur stjórnvalda. Við fórum á síðasta ári í gegnum svona stöðumat á fjármögnunarumhverfi nýsköpunarfyrirtækja og skoðum hvernig sjóðurinn gæti orðið ennþá sterkara hreyfiafl fyrir nýsköpun á Íslandi. Og í stuttu máli má segja helstu niðurstöður okkar séu þær að sjóðurinn leggi fjárfesti fyrr í verkefnum en hann hefur að sumu leyti verið að gera og þannig að það svona uppleggi hjá okkur og það kjarninn í þessu átaki sem ég ætla að fara í gegnum. Við lítum ekki svo á að sjóðurinn sé í samkeppni við aðra fjárfesta, heldur að hann stuðli að og brúi bilið milli sprotafyrirtækja og fjárfesta. Nýsköpunarsjóður sígrænn sjóður, þetta öðruvísi en hefðbundnir svona vísisjóðir. Hefðbundnir vísisjóðir eru með upphaf og enda. Bara hnykkja á að vera á mute kannski ef þið eru þarna úti. Já, hefðbundnir vísisjóðir eru sem sagt með upphaf og enda og yfirleitt svona 10 til 12 ára líftíma og þá þurfa þeir að skila allum peningunum tilbaka sem þeir fengu frá fjárfestum og lífeyrissjóðum og fleiri. Hjá okkur þetta þannig að við erum alltaf að vinna með sömu fjármunina sem sjóðurinn fékk meira og minna fyrir 20 til 25 árum síðan og þetta gengur út á það að til þess að viðhalda áframhaldandi fjárfestingum og rekstri sjóðsins að þá þurfum við að velja fjárfestingar, fylgja þeim eftir og selja þær og það sem sagt kjarninn í því að sjóðurinn geti svona rúllað áfram, það að hann eigi góðar sölur í fjárfestingum sem hann tekur þátt í. Nú, hvetjum sem eru að koma til að vera á mute og já, þannig að það kjarninn í framgangi Nýsköpunarsjóðs. Á undanförnum 20 árum, sjóðurinn akkurat 25 ára þessa mundir, að þá hefur hann fjárfest fyrir 25 milljarða fyrir svona upphaflega fjármagnið sem hann fékk. Það sem búið að nota hvern pening nokkru sinnum og til viðbótar hefur sjóðurinn geta fjármagnað sinn eigin rekstur sem á þessum 25 árum kannski einhvers staðar nálægt 5 milljörðum króna og þetta svona uppreiknað á verðlagi ársins í fyrra. Á 25 árum hefur sjóðurinn komið að fjármögnun á 200 fyrirtækja og fylgt þeim eftir, mörg verkefni gengi vel og sum ágætlega og eins og gengur og gerist að þó nokkur sem að hafa bara hreinlega dáið drottni sínum og peningarnir tapast, það er hluti af þessum. Nú það hafa orðið til öflug félög á líftíma sjóðsins og það má bara nefna Bláa lónið, Völku, Keresis, Marorku og fleiri og þetta eru bara örfá af þeim félögum sem að sjóðurinn hefur komið að og stutt við í gegnum líftíma sinn.
við lítum svo á og það þannig að sjóðurinn hefur stuðlað að þúsundum starfa og miklum útflutningsverðmætum. Í dag sjóðurinn með sterkt eignasafn og eins og ég kom að áðan í ljósi þess að hann sígrænn eða þá gríðarlega mikilvægt að eiga gott eignasafn þannig að fjárfestingar næstu ára séu sem sagt svona tryggar eða fjármunir til þess að fjárfesta í á næstu árum. Nú eins og ég kom að áðan að þá lítum við á það svona sem okkar mikilvægasta hlutverk að brúa bilið milli sem sagt sprotafyrirtækja og annarra fjárfesta á sjóðum. Nú þetta svona þessi hefðbundna mynd af þróunarferli nýsköpunarfyrirtækja. Þetta auðvitað svona einfölduð útgáfa af því en það þarna einhvers staðar hugmynd og mótun og þroski og síðan endum við á flugtaki og bara svona til glöggvunar að þá okkar áherslu líta á það að koma snemma að og svona við erum svona með fyrstu fjárfestum af mörgum félögum ásamt auðvitað hröðlum og félög eru akkurat á þeim tíma sem við erum að koma að þeim mikið að líka vinna með styrki og annað þess áttar og þannig náttúrulega þessi skelfilegi dauðadalur sem að við erum að reyna að hjálpa félögum að komast í gegnum og síðan svona hefðbundna leiðin að vísisjóðir taki við eða aðrir fjárfestar og síðan það framtakssjóðir sem taka oft við af vísisjóðum. Þetta svona þessi hefðbundna mynd. Nú að átakinu sjálfu og við köllum þetta átak í fjárfestingum. Þetta fjárfesting í sprotafyrirtækjum á frumstigi eða svona snemma í ferlinu og ég ætla að rúlla í gegnum svona helstu þætti í þessu átaki. Eins og ég kom að áðan að þá þetta svona liður í nýjum áherslum nýsköpunarsjóðs. Við sjáum að það áberandi markaðsbrestur eða þörf á fjármagni í fjármögnun félaga svona snemma í þróun þeirra. Og í gegnum svona undanfarin ár hefur nýsköpunarsjóður svona almennt verið að koma að 1 til 3 nýjum félögum á ári. En við erum með á bilinu 20 til 30 félög í eignasafninu okkar. En þetta hafa verið 1 til 3 ný félög á ári undanfarin ár og með þessu átaki erum við að vonast til að verða frekar að hreyfa við einhvers staðar á bilinu 10 til 15 félögum á ári. Og það sem við erum líka að gera í þessu átaki að við erum að einfalda aðkomuna og ég kem betur að því á eftir. Við erum almennt að koma með lægri upphæðir í fyrstu atriðinu að félögum og við erum að gera kröfu mótframlag einkafjárfesta eða engla að komi samhliða okkar fjárfestingu sem sagt aðrir peningar að þessum fjárfestingum. Nú markmiðið auðvitað að flýta mótunarskeiði félagana. Það svona stóra og mikilvægasta verkefnið. Við lítum líka á þessi mikilvægt verkefni að þróa með félögunum trausta stjórnarhætti og það einn mikilvægasti þátturinn þegar það kemur að svona því að draga inn fleiri fjárfesta að stjórnarhættir og allt utanumhaldi í félögunum sé til fyrirmyndar. Nú síðan það að laða samhliða að aðra fjárfesta bara til þess að nýta þá fjármuni sem eru á skornum skammti sem við höfum til ráðstöfunar þá viljum við draga með okkur aðra fjárfesta og höfum gert það undanfarin ár með góðum árangri. Og svo eins og ég segi að búa félögin undir aðkomu fleiri fjárfesta. Það svona annar kjarni í þessum. Nú ramminn í átakinu svona í grófum dráttum þessi að við sem sagt stefnum að því að fjárfesta í allt að 15 félögum fyrir allt að 200 milljónir á ári og við erum hér að hefja ákveðna vegferð sem við vonum að verði bara árlegt verkefni sjóðsins næstu ári.
Við erum að fara í gegnum fyrri hluta eða einhvers staðar svona, já, 5 til 7 félög sem við sjáum fyrir okkur og alltaf 100 milljónir í þessum fyrsta eða fyrri áfanga fyrir árið 2023 sem að verður núna í maí og júní. En það með þetta verkefni eins og öll verkefni Nýsköpunarsjóðs að sko framhaldið og fjármögnunin, hún byggir á því að sjóðurinn á að selja eignir og það bara alltaf þannig að sjóðurinn sér ekki langt fram á ekki mörg ár fram í tímann með fjármagn til fjárfestinga en við erum með markvissa vinnu í gangi að losa og tryggja fjármögnun næstu árum. Fjárfesting sjóðsins í einstökum félögum í þessu átaki verður á bilinu 5 til 25 milljónir og eins og ég kom að þá verður gerð krafa að minnsta kosti samsvarandi upphæð frá einkafjárfestum. Upphæðin má vera hærri en hún má ekki vera lægri. Og ég kem líka að því betur á eftir að það verður val í þessu átaki annars vegar lán með breytirétti í hlutafé eða svokallaðan SAFE samning sem ég útskýri aðeins betur hérna rétt á eftir. Mikilvægt að hafa í huga að umsóknarfrestur í þessu átaki til 31. maí og inn á síðunni okkar nýsköpun.is flipi sem heitir átak og þar eru allar nánari upplýsingar, blöð og ákveðin umsóknarblað sem þarf að fylla út og síðan lýsing á þeim gögnum sem þarf að senda hérna með. En ólíkt öðru sem við erum að gera að þá það þannig að hér þarf að sækja formlega fyrir ákveðna dagsetningu. Nú þessa mótframlagsfjárfestingu þá það þannig að það frumskilyrði í þessu átaki að félaginu takist að fá sambærilega fjárfestingu frá einkafjárfestum, einstaklingum eða fjárfestingafélögum. Það ákveðin kostur en alls ekki skilyrði að vera með þetta tryggt þegar að það sótt en það lykilatriði að fjárfestingin sé, eins og ég sagði áðan, að minnsta kosti jafn há og hún verður síðan framkvæmd með sama hætti hjá okkur og einkafjárfestinum. Það annaðhvort lán með breytirétti eða með því að nota þennan SAFE samning sem ég útskýri betur rétt á eftir. Ef að félag sækir og það hefur ekki tryggt sér mótframlagsfjárfestingu, þá það ekkert vandamál og félagið mun hafa fram til 31. ágúst til að ganga frá því. Það að segja það alveg hægt að sækja í átakinu, þá velirði frá okkur og fara síðan til fjárfesta og segja, heyrðu, hér ég komin með ákveðið vilyrði frá Nýsköpunarsjóði og hérna vilt þú kæri fjárfestir taka þátt í þessu með okkur. Þannig að það alveg skýrt. Nú varðandi framkvæmdina að sko til þessa hefur meginlínan hjá Nýsköpunarsjóði verið sú að við komum að félögum í gegnum hlutafjáraukningu en í þessu tilfelli og í þessu átaki ætlum við að gera þetta öðruvísi. Það sem sagt þannig að við munum ekki fara í gegnum formlegt verðmat á félögunum og það verður þannig að sem sagt endanlegur eignarhlutur Nýsköpunarsjóðs í félaginu sem mun skýrast á einhverjum tíma, að hann mun ekki liggja fyrir í fyrstu og ekki fyrir í fyrstu svona alvöru fjármögnun félagsins. Það verður samið ákveðin ramma, það að segja þak og það verður svokallega kapp á þessum samningum. En eins og ég segi til að einfalda framkvæmdina í þessu átaki okkar, þá verður boðið upp á 2 valkosti. Annars vegar geta fjárfestar og félög valið að þessi fjárfesting verði í gegnum lán með breytirétti í hlutafé
Og bara rétt að taka fram að við erum tilbúin að fara báðar þessar leiðir en við látum það bæði félögunum og þeim fjárfestum sem við fá með í hendur að velja hvor leiðin verður farin. Hin leiðin síðan svokallaðir SAFE-samningar og þetta amerískt svona form sem stendur fyrir Simple Agreement for Future Equity eða samningur fjárfestingu í hlutafé. Og það má eiginlega svona kannski til einföldunar segja að báðir þessi samningar eru áþekkir fyrir félagið. Lán með breytirétti þarf að vera með vöxtum og við munum hafa þannig að með sama hætti og hvaða leið verður valin að meðfjárfestirinn getur valið nánast vexti, þeir verða frá 5%, en hvort að þeir verði 10% eða 8%, það verður í rauninni bara það sem að félagi getur samfellt meðfjárfestirinn að velja. Og ef að meðfjárfestirinn góður með 5%, þá eru við bara ánægð með það og þá gerður samningur í þessum fyrri valkosti lán með breytirétt í hlutafé. Það verður á þessu ákveðið þak, það að segja ákveðið verðmætaþak og verðmætaþakið í báðum þessum tilfellum verður á bilinu 300 til 500 milljónir króna. Og þetta verður í rauninni bara leyst í samtali við félagi þegar að frágangi þessara samninga kemur. En sama, og bara svona fyrir þau ykkar sem þekki kannski ekki SAFE-samning, að þá hefur svona kosturinn við SAFE-samninga verið sá að hann ekki lán og getur í sumum tilfellum flokkast í reikningum félagana sem í rauninni bara inngreitt hlutafé og við erum bara mjög jákvæð í garð SAFE-samninga en það eru ákveðin óvissa við notkun þeirra hvað varðar skattalega meðhöndlun fyrir fjárfesta hvort að í einstökum tilfellum fjárfestar þurfa að greiða skatt strax af í rauninni muninum á kappgenginu og svo kannski ef að næsta fjármögnun svolítið hærri. En þetta svona óvissa og þess vegna förum við fram með þetta verkefni þannig að menn geti valið við erum góð með báðar þessar leiðir en látum aðila að velja það. Ég ætla ekki að fara dýpra í þetta en hvet ykkur bara til að leita upplýsinga þessa SAFE-samninga og eins getum við svarað frekar spurningum það síðar. Ok, við munum í þessu bara rétt að taka fram, það verður ekki hægt að óska eftir því að við komum inn í hlutafjáraukningu. Þetta verður alltaf að vera annaðhvort lán með breytirétti eða SAFE-samningur og rétt bara að hnykkja á því að lán í þessum sprotaheimi eru alltaf þannig að frumkvöðlar eða eigendur bera enga ábyrgð á lánunum. Ef að félagið gengur ekki og lánið tapast, þá aldrei gengið á frumkvöðla eða hluthafa. Það bara félagið sjálft sem ábyrgðaraðili fyrir láninu. Nú aðeins nokkur skilyrði, því að eins og ég kom að markmiðið með þessu átaki okkar að styðja við ung félög og við aðeins velti fyrir okkur hvernig afmörkum við það hvað ungt félag og hvernig römmum við það inn. Mikilvægt að hafa í huga fyrst að það algjört skilyrði að viðskiptahugmyndin sem verið að vinna með sé vænleg til vaxtar og útflutnings. Og hún þarf að byggja á tæknilegri eða markaðslegri nýsköpun. Og ég ætla ekki að útskýra hér nákvæmlega hvað nýsköpun, hvernig við afmörkum nýsköpun. Það eru nánari upplýsingar það inn á síðunni okkar. En gríðarlega mikilvægt eins og ég lýsti bara eðli nýsköpunarsjóðs, þetta secret sjóður,
Við erum að fara að fjárfesta í félögum. Það þarf að verða til verðmætaaukning og hún verður best með vexti og útflutningi og síðan ætlum við að selja hlut í félaginu til þess að geta haldið áfram að styðja við félög eins og þessi. Þannig að þetta alveg gríðarlega mikilvægur punktur. Líka vil ég hnykkja á því að það verður að vera íslenskt félag. Við erum íslenskur fjárfestingarsjóður í eigu íslenska ríkisins og við gerum skýlausa og alveg skýra kröfu það að það eingöngu veitt í fjárfestingar sem eru til íslenskra félaga. Enn og aftur, ef einhverjar sækjum að þarf ekki að vera með félag íslenskt, ef þetta mjög ungt og menn eru bara ekki búin að stofna félag, þá geta þeir sótt en áður en við göngum frá fjárfestingunni, þá þarf að vera búið að stofna íslenskt félag. Nú við leggjum líka upp með það að félagið sé ekki eldri en 5 ára og þetta engar djúpar rannsóknir á bak við þetta en bara enn og aftur við erum að undirstrika að þetta séu ung félög og félög sem eru orðin eldri en 5 ára, þetta ekki hugsað sérstaklega til þeirra. Nú við erum líka að horfa til þess að félög séu með fáa starfsmenn og innan við 10 starfsmenn. Við erum að horfa til þess að sölutekjur séu innan við 50 milljónir á árinu 22 og þá erum við ekki að horfa á styrki. Sumir eru að tekjufæra styrki og það bara í fínu lagi, en þegar við erum að horfa á 50 milljónir, þá erum við að horfa á að selda þjónustu að vöru fyrir 50 milljónir. Þannig við reiknum styrkina ekki inn í þá tölum. Og þá líka mikilvægt að hafa í huga að fjármögnun félagsins til þessa í gegnum hlutafjáraukningu, lán eða SAFE-samninga má ekki hafa verið hærri en 100 milljónir áður. Og hér erum við ekki að tala styrki. Ef félög hafa fengið styrki þá það bara gott, en það truflar ekki þessi takmarkanir. Nú annað sem að ég hef komið að það þessi sambærilega mótframlagsfjárfesting, hún algjört skilyrði og eins og ég kom að þá þarf hún ekki að liggja fyrir og félagi hefur 2 mánuði til að ganga frá því. Nú, já, svo eru svona nokkur atriði sem eru félögum vissulega til framdráttar. Rétt að taka fram að þetta engin skilyrði, en við erum að vega og meta félög og þá erum við að horfa til ýmissa þátta og við viljum bara að það sé opið, að það eru nokkur atriði sem að við metum félögum til tekna. Það þýðir ekki að við veljum eingöngu félög sem eru með þessi atriði í lagi, en svona ef allt lítur vel út, þá munum við líka horfa til þessara atriða. Það til dæmis að hafa fengið staðfestingu frá Rannís og þókn endurgreiðslu. Það bara, við lítum á það sem ákveðin kost, það ákveðin staðfesting á nýsköpun, það ákveðin staðfesting á að það sé rannsóknarstarfi og þróunarstarfi í gangi. Við lítum líka á það sem styrk að hafa fengið styrk frá tækniþróunarsjóði eða öðrum aðilum undanfarin ár. Við lítum á það sem styrk að hafa farið í gegnum viðskiptahraða. Það bara heilmikil reynsla og mjög gott starf sem við lítum á félögum til framdráttar. Og rétt líka að taka fram að við lítum á það sem kost að lykilteymi sé blandað og við erum meðal annars að horfa á kyl, við erum líka að horfa til þekkingar og ýmissa annarra þátta. Og þetta sé svona blandaður hópur sem kemur að verkefninu. Ég tek það stundum fram að hópur aldrei einn aðili og við höfum ekki fjárfest í félögum þar sem einn í hóp og við munum eflaust ekki gera það jafnvel þó að verkefni sé álitlegt og annað þess háttar. Rétt líka að taka fram að í teymi erum við erum ekki að horfa á ráðgjafaráð sem sumir eru með, við erum ekki að horfa á stjórnina, við erum að horfa á fólkið, þetta oft bara frumkvöðlarnir, founderarnir. Þetta eru þeir sem hafa beina fjárhagslega hagsmuni af því að félagið gangi vel. Og gjarnan hluthafar og oft þeir sem stofnuðu, stundum koma fleiri inn í hópinn á síðari stigum, en þetta svona
já, stórt atriði svona til framdráttar. Vert að taka fram að í öllu þessu verkefni erum við með ákveðin ramma eins og ég var að fara yfir, hér ákveðin skilyrði og annað þess háttar. Við áskilum okkur hins vegar bara mjög skýran rétt að gera breytingar á þessum viðmiðum í umsóknarferlinu ef að við lítum á það svona til framdráttar fyrir verkefni, þannig að ég ítreka aftur þetta er rammi og almenn viðmið og geta alveg tekið einhverjum breytingum. Að umsókninni að þá er eins og kom að áðan umsóknarfrestur til 31. maí. Við erum með sérstakt tölvupóstfang átak að nýsköpun þangað sem á að senda umsóknirnar. Það þarf að fylla út ákveðið form með svona grunnupplýsingum félagið og svona þá sem að því koma og síðan er gríðarlega mikilvægt að skila okkur í mesta lagi 15 síðna PDF-kynningu og við erum að leita eftir svörum við þessum 5 þáttum sem eru feitletraðir þarna á myndinni, það er að segja hugmynd, markaðinum, teyminu, stækkun og fjárþörf. Og síðan þarf að senda með þessu líka til viðbótar ársreikning og hluthafalista. Og ef það er ekki ársreikningur fyrir 22 er ekki til, þá sendið þið bara fyrir 21 og svo er kannski eitthvað management uppgjör fyrir 22, einhverja mynd. Og sama með hluthafalistana, ef hann er ekki alveg klár, þá sendið þið okkur bara svona drög að honum. En við munum þá bara kafa betur ofan í þessa þætti þegar við tökum samtali við ykkur, þau félög sem svona njóta ná og miskunni gegnum prógramm. Við erum að vinna þetta þannig að umsóknarfrestur er til 31. maí og síðan munum við vinna bara ötullega að því í júní að velja þau félög sem að komast inn í prógrammið og það er ekki ólíklegt að við munum kalla einhver þeirra sem okkur líst vel á til fundar og kynningar hjá okkur. Þá verðum við bara hreinlega í sambandi það. En alveg skýrt markmið hjá okkur að niðurstöður okkar muni liggja fyrir lok júní. Þá fá þau félög upplýsingar sem að fá vera með í prógramminu. Þau sem eiga eftir að græja kannski að stofna félag eða að safna mótframlagsfjárfestingu, þau geta þá nýtt sumarið í það og þannig. Nú það eru ýmsir þættir eins og ég svona aðeins komið að sem að við munum horfa á við mat á fjárfestingum. Teymið er bara gríðarlega mikilvægur þáttur og það er svona einn af stærri þáttunum í valinu alveg klárlega. Auðvitað skiptir hugmyndin og varan miklu máli en svona strax þar á eftir og er það klárlega teymið. Vægi nýsköpunar eða nýnæmi hugmyndarinnar er líka mikilvæg. Við getum bara sagt til einföldunar, við erum ekki að... Viðar Skúlason. Það er betur að vera á mute. Já, að sem sagt nýnæmi skiptir miklu máli. Síðan það þessir möguleikar í skölum, tækifæri sjálft, markaðurinn, sérstaðan, þetta er svona bara kannski þessi almenni rammi sem er að ræða. Nú varðandi síðan bara framhaldi þegar að fjárfestingu er lokið og hvernig við sjáum fyrir okkur að vinna með þeim félögum sem að við munum koma fjármögnun að í gegnum þetta prógramm. Að þá það kannski þessi 3 atriði. Við munum gera skýra kröfu til félagana ábyrga stjórnarhætti og það munum við nálgast þannig að einn af 3 stjórnarmönnum þarf að vera óháður og við þurfum svona að gefa grænt ljós á hann. Rétt að taka fram að þetta verður ekki okkar stjórnarmaður eða eitthvað þess háttar. Við munum til að mynda ekki
borga nein laun fyrir stjórnarsetu og við hvetjum ykkur til þess að vera ekki að því í ungum félögum sem að fara af stað. Þannig að þetta meira bara þetta þarf að vera óháður aðili, þetta ekki einn af fanderateyminu, þetta ekki mamma eða frændi eða bróðir, þetta einhver utanaðkomandi og þið megi bara velja hann og við bara ef að hann líkur á að hann geti lagt eitthvað gott til verkefnisins og ekki með beina tengingu við ykkur, að þá bara munum við samþykkja viðkomandi. Nú, í öllum okkar fjárfestingum öðrum, þá höfum við sem að störfum hjá Nýsköpunarsjóði tekið sæti í stjórnum félagana og við gerum það þegar að við erum að setja stærri fjármuni inn í verkefni. Það verður ekki í þessum félögum, að minnsta kosti ekki fyrst sinn og við munum auðvitað reyna að styðja við félögin, veita upplýsingar og vera aðgengileg, en við munum ekki sitja í stjórnum félaga sem koma inn í gegnum þetta átak. Við munum líka skýra kröfur að félögin haldi stjórnarfundi 6 sinnum á ári, annað hvern mánuð og haldi fundagerðir og eitthvað svoleiðis. Það þarf ekki að skila okkur fundagerðum stjórnar. En svo verðum við með kröfu reglulega upplýsingamiðlun til okkar. Annars vegar það að félögin skili okkar ársfjórðungslega ákveðinni samantekt af framförum og horfum og stöðunni almennt. Við munum gera kröfu að fá að sjá ársreikning og fundagerð aðalfundar og hvetjum félög til að vera í ferðafalli með það. Og síðan munum við kalla félög handahófskennt, en bara eftir því sem okkur líst á stöðufundi til okkar, kannski einu sinni tvisvar á ári, þar sem við bara óskum eftir að teymi komi og segja okkur hvernig gengur. Nú, varðandi framhaldsfjárfestingar Nýsköpunarsjóðs, þá það þannig að sjóðurinn mun fylgja eftir fjárfestingu sinni í sumum þessara félaga en ekki öllum. Og það bara mikilvægt að hnykkja á þessu atriði. Það ekki að því að þetta byggir auðvitað bara á því að sjóðurinn að fjárfesta snemma, en það að sjóðurinn fjárfesti ekki frekar í félaginu engin dauðadómur og bara mjög mikilvægt að sprotafélög hafi það í huga strax í upphafi. Það auðvitað þannig að sjóðurinn hefur afmarkaða fjármuni, að reyna að leggja þá í að fjárfesta snemma í félögum og hafa góð áhrif fyrir fjárfestinga og sprota umhverfið og þess vegna bara möguleikar okkar til þess að fylgja mörgum félögum eftir með auka fjárfestingu ekki til staðar. Og aðeins bara hnykkja á því, ég meina að þetta átak okkar að taka smá breytingum. Ef einhver ykkar sem að hlusta voruð á fundi sem við héldum niður í Grósku í síðustu viku, þá vorum við að tala ákveðin rétt Nýsköpunarsjóðs. Við höfum bara í gegnum samtöl við aðila ákveðið að falla frá því, þannig að sjóðurinn mun ekki hafa neinn rétt til þess að fjárfesta frekar í félögum. Þetta stundum kallað super pro rata og við höfum ákveðið að falla frá áformum okkar að hafa það inn í prógramminu. En við munum horfa til þess að styðja við sum félagana en ekki öll. Bara svo það sé alveg skýrt. Nú, ég held að þetta sé bara það bil það sem ég ætlaði að fara í gegnum og bara hnykkja á að hér bæði vefslóð nýsköpun.is/átak og síðan tölvupóstfangið okkar og við munum bara reyna að svara tölvupóstfyrirspurnum mjög fljótt. Við verðum eflaust með fleiri svona kynningafundi. Við erum ekki alveg búin að ákveða hvernig framhaldið verður, en það frábært að sjá að hér 40 manns mættir á þennan fund og
Og við munum bara aðeins vega og meta það og kynna það hvort við verðum með annan Zoom-fund. Við ætlum síðan að láta þessa upptöku lifa inn á vefnum og deila upplýsingum það. Þannig að